Yes. Þá bara byrjum við fund íbúar á Skrafnholts og Ólafsdals og fyrir fyrsta lið, það umhverfisöryggismál í Ólafsdal til kynningar og við fengum góðan gest sem ætlar aðeins að fara yfir með okkur samgöngur og samgöngumál í hverfinu. Já. En nú mátt þú bara eiga sveitin. Takk fyrir. Ég sem heiti Höskuldur Rúnar Guðjónsson Kraujer og samgönguverkfræðingur og vinn hjá Reykjavík fyrst og fremst með umferðarmál. Þannig að við erum svona í undirbúningi framkvæmda greiningum, greina slys og ákveða svo áður að fer yfir og fylgja eftir hönnun áður að fer yfir í framkvæmdir. Og ætla að koma fyrir mánuði síðan en heilsan á hvað grípinni það. Ég hef svo beðin að koma hérna til að ræða samgöngumál og það voru ýmsir punktar sem voru sendið með mér sem ég ætla að fara í gegnum. Ég ætla að ræða eins út í rauninni hverjar stefnurnar okkar og hvaða áherslu við höfum og af hverju. Svo nokklega ef það einhverjar spurningar eða hugleiðingar. Við erum með umferðaröryggisáætlun sem reyndar útrunnin núna og við erum að vinna í endurnýjana. Og sem lýsum svo svolítið markmiðum okkar áherslum. Og markmiðið var okkar eins og við ætlum að reyna að bækka banastöðum 10% á 5 ára tímabilinu 1923 með að 5 ára tímabil áður. Og það ekki fleiri en 5 banaslys í borginni á þessu tímabili. Þau urðu 6, þannig að við náðum ekki, það var jafn mikið í fyrir tímabilinu. En banaslys eru mjög tilviljunarkennd. Sum ári fáum við 3, sum ári fáum við ekkert. Það breytir því ekki að hvert og eitt þeirra hörmulegt, þannig að við verðum bara áfram þar. Höldum bara áfram. Alvarlegum slysum myndi fækka samt einnig 10% og það ekki fleiri en 194 á þessu 5 ára tímabili. Við náðum þessu markmiði. Við gleymdum að fletta upp hvað endanlega tala var, en við allavega náðum því. En það breytir því ekki að við erum að sjá fækkun í flestum alvarlegum slysum hjá okkur. Í flestum slysahópum. En á móti kemur að fjöldi alvarlega slysa tengdur rafhlaupavélum hefur hokið upp og miklu meira en sem nemur notkuninni sem þau eru komin. Þau hafa hlutfallslega mörg alvarleg slys í för með sér. Þannig að þó svo við höfum náð markmiðinu þá erum við ennþá, það verður töluverð áskorun fyrir okkur áframhaldið því við verðum að ná þeim slysum niður. Þar sé ef við erum fækka alvarlega slysum. Alvarleg slys á börnum, það var sambærilegt markmið og það ekki fleiri en 43 alvarleg slys 5 ára tímabili, það náðist og svo að Reykjavík tæki upp núllsins sem grundvöll við vinnu sína. Núllsinn sem sagt fyrir þá sem ekki vita, það svona grundvallar hugmyndafræði þar að segja að við viljum ekki að fólk tapi heilsu sinni í umferðinni. Við leggjum ekki áherslu á að bílarnir ykkar skemmist. Við getum lagað þá. Við erum ekki að leggja áherslu á, auðvitað við erum góðum veg fyrir allir slasist, en við leggjum ekki mest áhersluna á að við fáum marblett eða aðeins stíf í nokkra daga. Við leggjum áhersluna á það að þið erum heil þeim og það getur orðið heil aftur. Og þess vegna setjum við oft mörki við alvarleg slys. Við vinnum öll slys en það að segja það áherslu okkar fyrst og fremst. Það ekki eignatjón. Og við lítum í rauninni á sem svo að þegar samþykktum við öryggisáætlun það værum við fara að vinna eftir þessum áherslum. Og svo viljum við að Reykjavík setja fyrirmyndar umfram á öryggismál. Við eigum ekki að vera elta, við eigum að reyna að vinna mjög faglega. Og áherslur að eins og öll áhersluna alvarleg slys og banaslys og þess að fólk slasast. Það mjög margt sem við þurfum að gera, mjög margir sem dag sem þurfum lagfæringar og við náum ekki að gera allt sem við þurfum að gera. Það bara veruleikinn, ég geti sett borgin á hausinn á næsta ári ef ég ætla að gera allt sem að þurfum að gera. Til því að við verðum að velja, þá setjum við forgöngu á þetta hvar komum við til alveg slysin, ekki endilega, sem ekki endilega alltaf það sem fólk sammála því að það eitthvað sem það upplifir sem óvænlegt eða það sem eða eins og segi það sem getur að hætta á slysum, en slysin kannski þess háttar að það verður yfirleitt ekki meira en það verður skemmdir á bílum.
Þannig að jafnvel þó að verða áhersluarar, þá er það hugsanlega ekki áherslan okkar. Og það er svo aðeins mismunandi eftir aðstæðum hvers konar slys verða og hvers alvarleg við vitum það. Aukin áhersla á slys gangandi hjólandi vegfarenda, þar með notum við smáfara. Það er aftur það af því að bílarnir okkar þeir eru stórir og óbærilegir, en þeir eru líka stórir og stórir að verja okkur. Þannig að í þessum þéttbýlisflöðum á götum sem Reykjavíkurborg á, þá ná bílarnir yfirleitt að verja okkur og við komum heil út úr þeim slysum. Það er frekar að fólk í bíl sést alvarlega þegar við erum komin út á þjóðvegina eða út á stóru stofnbrautirnar sem við gerum það. Þannig að áherslan á gangandi hjólandi er af því að það er þau sem er mest að slasast alvarlega í hópur. Slys á börnum án þess að takmarka möguleika þeirra að ferðast sjálfstætt í umferðinni. Því það að ég vilja að börn séu að labba yfir Vesturlandsveginn? Nei, en þetta er svona meira það að tryggja öryggi barna. Það má ekki felast í því að við ætlum að takmarka því megi vera að ferðast nær umhverfis. Þau verða að fá að þróast og læra og geta ferðast þar og eins og aðeins að byrgja brunnin áður með þetta ofan í hann. Og samtíð fylgir nokkra aðhaldsborður og fleira. Slys á plankantum út á stofnbraut og stærri tengibrautar þar sem við erum að fá slysin sérstaklega á þeim inn í bílunum. Slys á þau gangandi hjólandi og svo örugg hliðarsvæði. Það er oft þannig að bíll sem keyrir út af ef hann lendir á einhverju sem gefur ekkert eftir eða við hættulegt form, þá getur það ef bíllinn hefði fengið að rúlla bara áfram þá er allt í lagi með linjunum, en ef hann lendir á hörðum steinkassa eða eitthvað þá er það leitt til að fólk slasist. Öll áhersla okkar er það hvernig komum fólki að fólki verði fyrst viljum nokkuð komið upp í slys en að fólki verði heilt eftir þau. Það með spurning er það ekki meðal annars ég sá hann með frá Sæbrautinni þá verið að setja hann svona grindverkali meðfram það vantilega til að aðskilja það akstursstefnur einmitt út af. Já, og verja okkur, nú man ekki hvernig við ljósastörum það en hugsa að verja okkur fyrir ljósastörunum. Og það er einmitt það að því að við gerum mistök í umferðinni öll og þá erum við háð því að vegfarandinn bjarga okkur eða umhverfið að það fyrirgefur okkur þessi mistök. Það er eins og það að þú missir stjórn á bílnum og að þú komist ekki yfir og vega helminginn á móti. Þannig að við björgum þér en við erum ekkert að ákveða bílnum. Slysakort, við erum í tiltölulega 9 hverfi, eða 9 hverfum og Úlfarsárdalurinn og Grafarholtið kemur nokkuð vel út með restina af borginni. Við erum alveg nokkrar áskoranir og okkar vandamálstæði, en almennt kemur vel út. Þetta er sérst hitakort, þetta byggist á fjölda slysa. Það er ekki tillit til hversu alvarleg slysin eru. Banaslys vex miklu þyngri í þessu en ástundandi bíls og alvarleg slys líka. Og þá sjáum við að það verður, hvar við fáum mikið alvarleg slysum, það er náttúrulega sérstaklega það sem er mikil umferð, það sem hraði mikill eða hraði mikill með þá sem hversu vel við erum vörð. Í bílnum okkar erum við rosalega vel vörð, en ef þú ert að labba úti þá ertu illa varin gegn því sem lendir í. Þannig að svona samspil á ýmsum þáttum. Skráslys hjá okkur og þá lendir svolítið inn í borgarhlutum okkar, þá lendir bara út af hvar við setjum skiptir milli borgarhluta, þá lendir hálfu Vesturlandsvegurinn og hálf Suðurlandsbraut hjá okkur og koma einhverjum slysum þar. En inn í borgarhlutanum þá kemur þetta ágætlega út með við aðra. Það hljómar alltaf furðulega að segja ágætlega út af því að öll slys eru slæm, en það er svona ákveðið samhengi og það fylgja ákveðin hættur því að ferðast sem við erum alltaf að reyna að lágmarka. Við erum með 60 slys með litlum meiðslum, töluvert af því á stofnbrautunum hérna. Við fáum aðeins á einslysum hérna niðri við hringtorgi hérna litla, það nokkru 60 húsi. Við fáum svolítið á einslysum hérna eftir brekkunni hérna niður. Hvar er þetta? Hringtorgi hérna hjá Kía Golfvellinum. Golfvellinum, já. Við erum 2 alveg slys hérna og það er hérna, og það er það sem einhverjir sem eru hjólandi hefur dottið. Bíllinn er að verja þig, en hins vegar hjólunum er við viðkvæmari. Við fáum eins og vill gerast á þessu gatnum og þessu gatnum og koma alveg fínt út, en það er náttúrulega svo rosalega mikið umferð þarna, þannig að þó sé litla líkur á hvert þá fáum við á til slys og einstaka sinnum verða við litlum meiðslum. Rosalega mikið af alvarlegum,
gleymdi þessi. Svörtu punktarnir eru slys án meiðsla, gul eru með litlum meiðslum og appelsínu gul eru alvarleg. Það voru engin banaslys í hverfinu okkar. Og alvarlegu slysin eru mjög mikið það sem er gangandi að detta, hjólandi að detta eða rafhlaupahjólum. Kemur þetta óvart, ég var að skoða þetta nýlega, þá var stór bugla þarna og keyrir út úr Úlfarstadalnum, beygir til hægri eins og væri að fara í Bauhaus. Er það ekki það, hún er eins og sé lítil gul? Þessi hérna? Nei, rauninni eftir að fara úr Úlfarstadalnum. Það væri að fara, það væri ekki, maður sjá, það væri hér, þessi hérna. Ég myndi alveg þessi, ég held að hún samkvæmt nýjustu, þá var þessi alveg mjög áberandi. Þetta er það sem verið mikið árekstar að keyra hérna upp. Þá vorum við hugmyndum hvort það væri þá sniðugt að setja hann yfir Hringtorgið eða eitthvað. Þetta er mjög þessi gatnamót, það er mjög mikið áherslu á það. Það er áhersla sem var mjög illa við af því að það er oft hliðaráhersla. Þetta er aðeins lekkjandi þegar kemur frá Bauhaus og að áttu sig á hvort þú búið áfram eða vegi inn. Þú brekka þarna líka og sólinn lá, þetta er mjög frikking. Og ég er aðeins með þessi eftirlit þessi gatnamót út af þessum. Það er svolítið mikið á þessum áherslungar. Og því betur fyrir þið ekki alvarlega þessi slys. En það er lítið meiðsl og það er potential fyrir að geta orðið lítið meiðsl eða jafnvel alvarlega mjög óheppin. Það er tiltölulega einföld lausn til að koma í veg fyrir það var ekki fullkomlega lausn til að koma alvarleg. Það hefði verið að setja Hringtorg á sínum tíma, en í dag er það náttúrulega rosalega mikið fjármagn sem þarf að fara í það, sem við þurfum að hafa takfróðum aðgerðum. En svo lausn maður hugar að það er einfaldlega að setja svona strætókotta hraðahindrun fyrir, þá erum við búin að hægja það mikið á bílnum að jafnvel þó að verði árekstri, þá ættu þeir ekki að verða alvarlegir. Já, setja þá bara í götuna. Þannig að þá erum við búin að hægja á það sem er keyra til norðurs. Sá sem mun þá, það er ekki sá sem veldur slysinu, en við erum búin að tryggja það að hann hefur þá meiri möguleika að bregðast við og kraftarnir verða þá ekki eins mikið. Og þess konar slysefni sem við erum með. Við erum sem sagt efsta bleiki eða rauði appelsínuguli liturinn. Það er sem sagt einslys eða árekstur milli óvinna vegna. Það er sem hjólandi, gangandi, það er engin bifreið í slysinu. Næst blái, næst eftir, það er sem sagt það sem er árekstur milli bifreiðar og gangandi eða hjólandi eða nota rafhlaup eða hjóla. Það sem við kallum óvarað vegfram sem er ekki varðir inn í þessum hjúp sem er í bílunum. Grá er þungbifhjól og þessi neðsti blái eru það sem eru bara bifreiðar. Og eins og við sjáum oft að við fáum, það er alveg slatti af slysum í litlum meiðslum af þeim sem eru bifreiðum bara. Og við erum með aðeins af einslysum gangandi hjólandi. Við vitum hins vegar að þegar þið dettið á hjóli þá tilkynnir það eiginlega aldrei tilkynnt til lögreglu. Meðan ef maður lendir á árekstur á bíl þá er eiginlega tilkynnt af því að það fer í gegnum tryggingafélögin. Sem þýðir það að við erum að vanmeta alveg rosalega þennan bleikaflöð. Þau eru miklu fleiri í regluleikanum. Hins vegar ef við skoðum alvarlegu slysin, þá fáum við aðeins áhugaverðari mynd sem við sjáum eitthvað víða borgina. Enginn af þeim var bara með bílum. Það var eitt það sem maður datt á mótorhjóli, ef maður rétt. Það var eitt það sem ekið á gangandi vegfarenda. Restin er að fólk er dett á hjólum, eða rafhlaupahjólum. Og þarna vanmetum við stundum, vanmetum það hvað við erum viðkvæm á þeim og við ofmetum svolítið við erum mjög bílinn náttúrulega rosalega óvænleg, þetta stóra fyrirbæri, en við gleymum að bílinn líka rosalega öflugur að verja okkur þegar við línjónur. Þannig að það eru í þessum inn í hverfinu þá eru það hinir sem eru utan hann sem eru meira slasast, nefnir sérstökum aðstæðum. Nú sér maður rosalega mikið einmitt núna að þessi hlaupahjól virðast vera rosalega mikið búið að hækka upp innan prósenta af þessum alvarlegu slysum. Og við fengum nú kynningu þarna einmitt frá einu af þessum fyrirtæki sem alltaf var fengum náttúrulega flotta kynningu og rauninni tala hvernig þetta myndi bæta ýmislegt og gott.
Og svo spurningu eins og með þetta svona varandi að kannski efla regluverki í kringum þetta varandi svona það þetta sjálfur þetta minkar hraða, virkar ekki á nóttunni eða eitthvað svoleiðis. Þau voru virkunum svona verið alveg á móti því eitthvað en er þetta ekki eitthvað sem þið hafi eitthvað verið að skoða að beita ykkur í? Jú, það er náttúrulega unnið að aðgerðum. En það er náttúrulega það þarf að vera vilji til að framkvæma. Það sjáum slísin að fara upp sko og það er eitthvað sem þið fyrir þá að langið að koma inn í þá með eitthvað til þess að... Við erum búin að fylgjast með þessum slysum og íhuga aðgerðir og í síðan þurfum náttúrulega bara að ná sátt það hvað borgin tilbúin til að gera. En þetta stórt vandamál og það allt margir að slasa alvarlega og allt mikið ungu fólki sem að sitja eftir með afleiðingar af þessum slysum. Væri þá viðbrögðum verið það meira orðslega hjólastíga eða bæting á þeim? Við þurfum að taka á það rosalegt vandamál með notkun undir áhrifum. Það er rosalega viðkvæmt fyrir minnstu hindrunum og holum eða þess háttar. Og þannig að við þurfum í rauninni að laga hjólastíginni gott og blessa og það er eitthvað sem við alltaf vinna með. En það tekur alveg rosalega tíma að breyta innviðunum í allri borgin fyrir það. Við verðum í rauninni að vinna með notandann að gera notandi öryggan alveg eins og við gerum í öðrum vegfarendatópum. Við leggjum rosalega áherslu á þeir sem gera bíl að notandinn hagi sér öryggan máta og alveg eins með hjólandi og þetta er bara nýjasta áskorun okkar. Að við erum verið að skoða eins og í öðrum borgum hvernig þetta er þar og maður séð sömu borgir þá má þetta vera alls staðar sumt það bara má þetta bara ekki vera gangstígum, það bara vera götum og það er svo mjög mismunandi hvernig það er. Það er að læra eitthvað að fíla eitthvað svona, það er náttúrulega meiri reynslu í þessu heldur en við. Það er rauninni við settum og sem við komum með tillögu að sem að sett síðan inn í tillögu starfshóps á vegum ríkisins og var þetta sett inn í lög var að við viljum að þau eigi geta verið út á götunni í 30 mínútur hverfi. Það er eftir að aftur við erum rosalega hrætt við bílinn. Hann er alveg töluvert hrætt við honum. En við missum að því að bílinn er kannski á 25 km hraða en þú ert að rafhlaupið hann líka 25 km hraða. Þannig að bara þetta þá er þetta lent í malbikinu á svakalegum hraða. Og gangstéttirnar okkar ekkert gerðar í þennan hraða, þú sérð ekkert fyrir horn. Og það er vandamál, við erum að reyna að gera tillögur til að reyna að taka á þessu. Og svo náttúrulega knúningur yfir því að þetta sé á gangstéttunum okkar fyrir. Þannig að gangstéttirnar síðan hlutar alls konar já, það er skemmtir þeim og meiri. Við handlum svona að segja mig út að skarka hellum. Og við erum annars allar hreyðist sko. það er voðalega lítið. Já, mjög. Já. Þannig að áskorandi okkur rosalega mikið að verja þessa viðkvæmustu hópan okkar og það passa saman oft á tíðum þetta börnin okkar sem á þessu. Já, einmitt. Og svo komum fyrirspurnir aðgerð til að ég skipti þeim aðeins upp. Já, flott. Þetta er rosa vel gert. Já, reyndar ekki heilina myndur. Ég þú þetta henni. Já. Þegar kemur á aðgerðum í umferðaröryggi. Þetta var svona einhverja hugmyndar sem settum niður. Þetta er svona verið í umræðinu bara hjá okkur svona ýmsa leiðir rauninni bara til þess að svona það voru að horfa til þess að auka flæðið svona eins og til dæmis þessar teppur sem eru búin að vera að myndast mikið í hverfinum og ef þú býður náttúrulega hérna þá hefur þú góða tilfinningu líka fyrir þessu eins og var þetta kannski þetta lengra og svona afreinar og fleira þannig að þetta er svona einhver punktar, vildu svona koma þannig umræðin stað að gera og við erum alls ekki sérfræðingar í umferðarmálum en vildu svona ákveðna pælingar sem við erum með og það er flott mál og að gera ræðumálin þegar kemur að framkvæmd þessu umferðaröryggi eða flæði eða hvað sem við gerum þá er þetta rosalega spurning hvað viljum við gera og og hvað við ætlum að forgangsraða og hvaða önnur áhrif. Ef við gerum aðgerð sem við ætlum að bæta umferðaröryggi þá oft á tíðum kemur það niður á umferðarflæði. Ekki að það sé markmið okkar en það er bara við komumst í hjá. Og sami eins og það stundu þegar við bætum umferðarflæði þá koma þær aðgerð að það verður neikvæð áhrif umferðaröryggi. Og svo er það bara í rauninni pólitískt hvernig eigum við að vega saman þetta. Og líka bara ef þú lagar þessum stað þá bara myndi að steppa í svona stað sko. Og umferðin er svona stöðum það læða og breytast og svona. Við horfum einmitt á þetta svolítið út frá því að þetta væri svolítið svona litlar lausnir sem gætu svona overall
kannski ekki að kannski hringtorgið, það var kannski svona þessi stærri en það vildi svona kanna að fá það eitthvað svona aðila til að sjá hvað þetta sé raunhæf hugmynd. Það má segja í stóru hlutur en þá hefur áhersla Reykjavíkurborgar undanfarin ár verið að við erum ekki tilbúin til að auka flæði, þetta er náttúrulega alls ekki svona svartvítt. Ekkert í umferðarmálum og samgöngumálum er svartvítt. En við höfum ekki verið mjög æst í að auka umferðarflæði eða kemur niður á öryggi. Og það var í rauninni bara það sem við höfum pólitíska stöðning fyrir, eða upplifi ég. Og svo er þetta spurningin hvað ætlum við að nota fjármagn borgarinnar af því að fjármagn er takmörkuð auðlind og það er ekki mitt að segja hvernig það á að vera. En ef við fjöllum aðeins þetta þá með eins og þá fyrst er það hægri framhjörhlaup frá Grafarvoginum og það er svo stutt, já. Ég er svo sem ekki orðið var sjálfur við að sé oft sem að þessi framhjólaupi sé að stoppa því að það er bara einn bíll og síðan eru margir sem eru að fara að beygja ætla að vera í Krónunni eða inn í Grafarholti þá þurfa þeir að bíða eftir ljósinu bara það er nóg að sé einn bíll stopp Já, þú ættu að meina til að koma þeim í framhjólaupi þeir komist bara að auki umferðina inn í hverfið þarna. Já, það er ekkert að gerast þarna og það stafnast bara upp sem að tefur rauninni fyrir þá aksjóli aðeins sem vilja sem fara yfir Hringtorg yfir gatnamótin Það er sjálfsagt ekki sem hindrar þetta gert, það er pláss þarna. Það þýðir að það þarf náttúrulega endurgera stíginn og fláin og þetta. Það sem kannski helst er hindurinn í þessu er að þetta náttúrulega kostar peninga og þá er bara spurningum hvort við viljum leggja fjármagn í það. Við sjá bara eins og hvað væri þá kannski þetta forgangsraða, hvað myndum við vilja fyrst, svo kannski svona. Og og við höfum ekki verið mikið í flæðisaukandi aðgerðum undanfarin ár. Hérna er bara allt stopp, við skulum ekki kalla þetta flæðisaukandi, þetta er bara svona að láta eitthvað Stíflulósun. Já, Greittist ekki. stífluhreinsun. Svo skulum við taka næst úthlaup hjá Krónunni. Það er töluvert kaos á Silfurbakkinn. Ég veit að ég er alltaf ótti Krónunni ekki. Það er alveg dægilega. Og það getur talað hana aðeins, en það virkar samt allt. Það er ekki að leiða til slysa. Það er allt róast niður og það er allt svona hæg umferð. Þannig að þá er það ekki að leiða til slysa. Þannig að öryggislega séð er það ekki stór forgangsatriði. Hins vegar ef við myndum opna hérna út, þá myndum við vissulega losa aðeins en þá myndum við þurfa að búa til eina tengingu enn yfir hjólastíðin okkar. Já, sem liggur þarna. Já, og þá kemur aftur, það er svona ákveðin galli við framhjálp og svona, er að þegar maður reyna að komast inn á götuna og það er hröð umferð, þá er nú að missa þeirra sem er á streyminu, að þá þú ert að horfa tilbaka og ert horfa umferðan sem þú ert að reyna að komast inn í. Frá hægri kemur gangandi eða hjólandi eða barn eða hvað sem er. Það sér þig stoppa, þú ert stoppað þegar þú ert getið umferðinni. Það heldur að stoppa fyrir sér, fer fyrir þig, en þú, en að keyra. Þannig að Er þetta ekki bara tæknilegt vandamál sem hægt er að leysa með því að bara færa þannig stíginn þannig að verði eitthvað liggi þannig að þetta verði ekki vandamál? Gæti orðið flókið að koma frá því. En það er ekki að fara alveg beint yfir eins og hann er núna. Það er hægt að, íta honum meira þá eins inn að Krónunni hinn og hinn færi þá eins og meira frá KFC. Einhvern veginn. Það væri hægt að þetta var útfærsla. Þetta útfæra marga en þú sleppur aldrei alveg áhættuna. En þegar þú segir við erum ekki að bæta flæði, þetta virkar, en borgin er alveg saman biðtíma. Ég myndi ekki segja þessi sama, en það er kannski ekki forgangur og samanborið við í rauninni vandamál á ýmsum öðrum stöðum, þá virkar þetta alveg. Ég keyri þessi gatnamót, ég keyri gatnamót mörgum sem á dag, en ég keyri þarna næstu í daglega. En þetta er náttúrulega rosalega þreytandi fyrir okkur. En skapar enga hættu, þannig að þetta er ekki forgangsverkefni. Já. Þú veist, með stýrið þessu svona. Og ekki það að pólitíkin getur alltaf ákveðið að, ég fylgir forgangsröðunni, alveg haft þetta frá markmiðum, en pólitíkin getur náttúrulega alltaf farið ákveðið að taka eitthvað fram yfir eða svoleiðis. Þið horfum bara svolítið á að þið eru með ákveðna sýn sem við sjáum, ok, þetta er ekki að
Það er ekkert hættusvæði, við erum að frekja forgangu þar og peningana og meðan það er engin slys á þessu svæði, þá erum við ekkert að breyta þessu. Þannig að þetta er eiginlega kannski meiri pólitíkin sem við þurfum að fara og fá til að ýta til að fá þetta í gegn. En hvernig er þarna, þetta rauða þarna, hvernig er það öðruvísi? Heldur hann ekki bara gatnamótin eins og því sjálf fyrir gangandi vegfarenda? Því þá er maður einmitt annarkvæmst að fara til vinstri og reyna að flýta sér ógeðslega mikið því að það er oft röð og maður er trúðast á milli, þannig að hvernig er það öðruvísi fyrir öryggislega sér? Hættan er til staðar þar. Með framhjáhlaupin þá höfum við ýmist verið að taka þau burtu einmitt til að losna við þetta. Í sumum tilfellum höfum við verið að hækka þau upp eins og við sjá á stofnbrautum. Þannig að við erum að neyða ökumann til að stoppa áður að koma að honum. En munurinn felst svolítið í því að þarna eru að búa til eitt auka hættumóment. Í rauninni með því að bæta við öðrum gatnamótum. Eða annarri þverun yfir. Er alls staðar í borginni göngustíði báða megin við götuna? Nei. Ok, þannig að það mætti alveg leggja niður á göngustíðum? Það er alveg rosalega prókur fyrir hinn stíginn. Bæði fyrir Grafholtið og hann liggur náttúrulega rosalega langt frá. Og þá vorum við líka í staðinn fyrir að fólk fari gegnum göng hérna lengra undir, mislarlaust, þá værum við að senda þau hérna upp í þessi hérna gatnamót og þvera þar. Og krakkarnir okkar sækja í hérna Úlfenguklapp og KFC og fleira. Þannig að þetta er alltaf val og þetta er rauninni hvernig metum við það að biðtímann að tala fyrir okkur versus aukna slysahættu. Og já. En við erum alltaf samt alveg með geggjaða lausn fyrir þess að borgin svo samþykki bara bónusarni á Bauhaus-staðnum þannig að alveg þetta svæði minnka í þín sko. Vaxandi líkur á því. Það er vaxandi líkur á því. Stefán var góður tilfengur. Já, það var áhugavert að fylgjast með umræðum í gær. Kannski að tökum það undir lokin. Málum hversu. Svo er það sami sem við hérna með hægri beygju frá inn á Fúshöld frá dattútum með nafni hvað hún heitir hérna fram hjá Húsasmiðjunni. Við veitum hvaða gat þetta er. Ok, hérna frá götunni hjá Húsasmiðjunni inn á Fúshöld. Með hægri beygju fram það, við meðvitum það er mjög leiðileg umferðin þarna seinnipartinn. Gattamótin er aðeins erfið. Þar er aftur þar, þá myndum við í rauninni aftur setja upp að í staðan fyrir að vera þeirra eina akrein, þá eru þetta tvær í tveimur hollum. Þannig að hérna, og þar er aftur eins og þetta er bara mat, erum við tilbúin til að minnka það öryggi og þá myndum við alltaf vera að ganga þessi á grænasvæði hérna, en það er eins og bara mat. Við höfum smá ágjörð þessum gattamótum, en við settum fyrir nokkrum ár síðan hraðlækkandi aðgerðir til að reyna að lækka hraðan í þessu. Því að maður getur alveg upplifað sér hvernig þetta er hratt niður og við erum með það er gangandi hérna og þetta er rauninni sama eins og ég sjá þetta snýst alltaf alltaf við annars vegar forgangsröð fjármagns og hérna hver er neikvæða áhrifin á móti við erum alltaf að eiga salt sama með hérna við Bauhaus í dag í praxis er rosalega mikið að því miður að menn keyri með annað dekkið upp á skemmi fína grasið okkar. Við fórum nýlega og létum hreinsa til að sæsbeitar göngu hjólaleiðin hérna. Já, hún er í rauninni það sem svona ágjör af hérna. Það hafa verið hugleiðingar hvort við getum sveigt hjólastíginn ofar þannig að hann fari bara yfir það sem er bara eitt bíll í einu, sem þetta auka öryggið, og taka lengra frá Vesturlandsveginum af því að þetta er aðeins hættuleg þverun á það mati, en við býðum bara eftir forgangsröð komist að því að geta laga það. En það er ekki á óskalistanum okkar að gönguþverun fari við tvær akreinar í sömu átt. Og ástæðan fyrir því að það er miklu meira hætta af því og annað hættulega sem kemur upp að fyrsti bíllinn stoppar, og þá svona slys í borgin hinn gangandi hjól til lappar og hann kemur beint fyrir blindandi ökumann hinn akreininni. Og hérna og að hluta til erum við með þetta ástand í dag að þeir að fara upp á en það heldur samt aðeins niður hraðanum á því en hérna já, en ég myndi vilja geta sett pening í að laga þessi hjólaþverun Þetta myndir helst til að bara hafa undirgang ef við getum leyst á góðum máta þá verður það fínt Það eins og svo litlu hlíðar hérna fljóðbundi það fer svo vel í hversu vel maður getur leyst að þannig að það er svona þægileg aðkoma
að þeim. En það er ekkert rosalega gott og maður er sérstaklega ágjörð því að umferðin ökumaður með svo rosalega athygli á að því svo umferðum og hröð að þá er maður hræddur ökumaður sem kemur út úr hringtorgið sérstaklega muni missa af eða ökumaður sem komið inn í hringtorgið, hann er að leita eftir glufu af því að þetta og sem inngangur í næstu spurningu þá er þetta hringtorg það góða við þessi hringtorg á Vesturlandsvegi er það að ef þetta verður ljósklappamótvarna þá verðum við með mjög líklegast slys með meiðslum og líklegast einhver alvarleg slys. Það er ekki mál tímabili. Í staðinn er þetta mestmegnis minni háttar slys á Vesturlandsvegi. Þannig að hringtorg er mörglega mjög góð. Gallinn við hringtorg akkúrat þarna er að Vesturlandsvegurinn er rosalega dóminandi. Þannig að það er rosalega erfitt að komast inn í þetta. Og það sem bjargar oft á hringtorgum með það að það þarf alltaf einhver að koma hinn áttinni sem að rýfur aðal straum. En það er rosalega sjálfgert að bílar frá Mosó sé að fara að ljúfa strauminn þarna. Þannig að þá er bara Vesturlandsvegur dóminandi og þá verður rosalega erfitt fyrir okkur að komast út. Það er eitthvað Bónus og Korkiborgi var að koma sterkt inn, það var alltaf fólk að rótara á fljótið. Það var svona björnokkur. Það var það og síðan alltaf fólk við fjölgóð. Þannig að hringtorg er mjög góð á mörgu leyti. Einföld hringtorg er mjög góður fyrir ríkissjónunni og þá er mjög auðvelt að tryggja öryggi þeirra sem ganga og hjóla að komast yfir þau. Tvöföld hringtorg er aðeins erfiðari með að koma þeim öruggt yfir. Þar höfum við lausnina hvort við getum náð mislanlausnum undir þau eða eins og við gerðum með því að sé uppi við Jóðellhúsið þar sem við erum komin að auka miðeign hringtorgið. Þau eru mjög erfið, þar lentum við vandræði með öryggi og verið vegfarendara. Ef við stundum hringtorg hérna, það má alveg skoða það, það má alveg greina það, hvernig það virkar. Fyrirfram er það sem ég myndi ágjöra það að svona því ég býr einnig á húsi, er að í því hringtorgi það kemur rosalega lítil umferð á mótnana frá Gráin með þeim. Sem þýddi það að það myndi enginn stoppa strauminn frá Þúsöldinni. Að Þúsöldin myndi loka rosalega mikið á strauminn frá Úlfarsárdalnum. Þetta myndi fyrirfram búast við. En það er ekki mikill straumur frá Þúsöld á mótnana. Straumurinn er frá hinu. Það þýddi bara að greina það. Það er greint þessi rosalega mótnana, þetta er mjög jafnt og miðað við stoppin og ljósunum hérna. Ég held að vera alveg þess virði að skoða þetta sko. En síðan kemur hitt aftur á fjármagninu að hringtorg er nokkuð 100 milljónir verkefni. Það er nóg til. En það er ekki ákvörðun fyrir mig. En eftir svona sem segja því grunninn að þá fær þetta svona bara síðast í bakku eða aldrei skoða aftur. Þessi gatnamóti er ekki að koma það í hjá okkur. Nei, og það sem kannski aðeins ruglar manni það er rosalega langir ljósafasar á þessum ljósum. Það stendur á það kannski, það er engin bíll að koma neinni átt, ég sitt hana sem í 7-8 mínútur og það er ekkert að frétta. Það er mjög langir ljósafasar, það er af því að við erum allar, þú ert aldrei að krossa umferðarströmmum, hænum móti út frá öryggi, verðin er það að leiki spiltíma okkar. Á móti kemur það er svolítið langir ljósafasar, þannig að röðin verður rosalega löng á mótnana, en hún fer rosalega hratt, losast rosalega hratt. Þannig að já. Þannig að það virka alveg nokkuð vel sem við restina af borginni, þessi ljósgatnamót. Eins mikið og gaman ég var hringtorgur og hrifin að þeim. Herðu, nú kemur það málið maður. Nú þarf að bíða eftir. Nú bara kýrst þetta á loft. Þetta með búin að brýna heimkvíslina eiginlega. Ég vinn með umferðaröryggi, þannig að já, skulum byrja á Fryggjabrunni, hann er einfaldur. Það ábendingi sem við oft fengi, það er það að göngulöð hérna á bakvið sem að fólk finnst ekki nóg góð, sem getur alveg tekið undir. Vandamálið það að þessi gönguleið er innan lóðar. Við eigum hann ekki, Reykjavíkurborg. Af hverju var skipulagt svoleiðis, það get ég ekki útskýrt. Ég hafði til þess að ég vil eiga innviðin okkar til að við getum stýrt þeim. Og ég er ekki nógu mikill lögfræðingur til að vita
nákvæmlega hversu langt við getum gengið, en grunnvandamálið ekki það að við eigum ekki þessi leið. Ég held að það sé göngu kvöð, en það á að vera hægt að labba þarna, en það takmarkar svolítið möguleik okkar. En vita íbúar þessara, þú veist... Þeim er alveg sama líka. Ég þú, Það komur alltaf ábyrgleikar að þennan Facebook sem að... Í mínum huga sem verkfræðingur þá vill ég eigin vinna, þannig að við getum bara styrkt þeim og ekki að takmarka svo hendur mínar. Með lýsingar á gönguþörunum þá á að vera, ég veit ekki hvort það vantar einhverja ljósalampa á það, en það á að vera göngulýsing á öllu nema hérna við hringtorki, ég kem að því aftur, það sé bakki. Þá á að vera göngulýsing á þeim öllum hérna, og það er einhverja öflugasta lýsing sem við setjum, og hérna, þannig að hún er eins og hérna, já, best verður á kosið í dag. Þær eru merktasti gangbrautir sem er réttlægt því að við erum alls það með aðra aðgerð til að halda henni hraðum og tryggja öryggi. Við erum með miðir á nánast öllum, þessum 4 þarna. Þannig að, já, ég sendi á hverju voru á hérna garðyrkjudeildinni, þó þið vita af því, að minna á að klippa gróðurinn í þessum eyjum. Mjög óhentugt að hafa gróður beint fyrir fram á gönguþörunum. Og hérna... Jafnvel bara að við velji annan gróður. Það má ekki vera mikið hærri en 80 cm því að síðan getur verið einhver lítill á ferðinni. Svo snjóaði stundum vona, þau komið til yfirleitt allt í lagi á vetur, en það kemur skafl ofan á þetta, sko. Það hjálpar ekki. En ef þið sjáu þau vera Það er líka ökumenn sem að sjá ekki út á gróðri, þannig að ég fengi ábendingar það. Þannig að það er að gera að senda ábendingar ef gróðurinn fara að vera of hár. Ég reyni alltaf að fylgjast með þessu, því ég bý hérna í hverfinu og senda ábendingar með þetta, en að gera að senda ef þetta er orðið of hátt, því að það þarf bara að viðhalda þess að halda gróðurinn lágu. En af hverju er gróður? Já, einmitt. Af hverju er bara gras? Af hverju er bara, já, ekki bara gras eða heldur? Eða grjót? Það er góð spurning. Ég skil ekki eins og sem að hafa verið að fægra þetta eitthvað, af því þetta er mjög óþægilegt þegar maður er að keyra þarna. Þetta er kannski ekki samt svo hátt, en maður sér alveg þessi litlu kríli sem er eins og bara... Við erum náttúrulega búin að lækka þetta, þetta var rosalega fallið fyrir þarna sem var grátlegt að þurfa að skera niður, en ég bara sá engan valmöguleika. Þetta er náttúrulega eitthvað til að reyna að gera fegurt og svona æðislegt að fá grænt, en það er mjög slæmt að vera með gróður beint fyrir framan þess að þú ert að vera því að við viljum sjá. Þetta er líka þröng gat, sko. Þetta er ekki breið gat. En við sjáum til dæmis í Grafavogi hringtorg þar mörg sem eru bara sett í sumarblóm. Ég meina, af hverju væri það ekki hérna þá frekar fyrir valinu heldur en að hafa þennan gróður sem geti valdið hættu? Ég á svo verðin að svara því, það er ekki garðyrkjudeildin sem þyrfti að svara því. Næstu myndur... Garðyrkjudeildin svarið fyrir þetta. En svona frá umhverfissjónarmiði, þá viljum við ekki fela þá sem er að fara í göturnar, svo viðkom, við viljum gera, það er ekki allir ökumenn sem horfa til hliðar eða fylgjast með því miður, en við viljum allan að það sé ekki við sem komum í veg fyrir að þið sjáu. Þá komum við að hérna Heygöflunum. Hérna hringtorgin góða. Já. Já, akkurat. Er það hringtorg? Sko. Nei, nú ætla ég að finna þennan póst, sko. Hérna, Bilast. í skipulagi, þá er þetta gert allt fyrir minn tíma, þannig að ég er að giska hvernig röðin hefur verið, frá því sem ég sé. Í skipulagi gert ráð fyrir eins og sé formað hringtorgana. Síðan erum við strætó, sem kemur niður Rauðabrautina og þarf að fara austur Úlfarsbrautina. Hann getur ekki náð að keyra í gegnum þetta hringtorg. Nei. Þess vegna getum við ekki sett upp skiltið þar eða massíft hringtorg og undir vilja. Hringtorg er einmitt alveg mjög góð á götum að þetta neyða okkur til að hægja niður og róa umferðina. Í staðinn fyrir hraðendurinn sem er umtalslega skemmtilega að hægja á svona hringtorgi en hraðendurinn. Þannig að það var gert í rauninni þannig að þetta er verið að vinna í rauninni eitthvað að skapa svona óvissu. Þvert á móti, það sem við höldum sem ökumenn, þá höldum við sér rosalega gott að við upplifum okkur rosalega örugg á bílunum okkar.
vandamálið leiður fyrir að upplifa okkur örugg, þá fyrir við að gera hraðar og þá erum við rólegri. Þá slögt á þessum passa sem við erum. Þetta sama og vandamálsstundum með gangbrautir. Þannig að þá erum við búin að gera ökumenn öruggari og þá er minna að passa sig og fylgjast með. Og hugsunin er væntanlega sú að halda smá óvissu að við ökumenn séu varkárir. Umhverfið kannski styður ekki alveg nógu vel við það því að það er til dæmis auðvelt að keyra greitt fram í gegn, eins og þetta er í dag. Og þannig að við höfum alveg, eins og ekkert uppáhalds gatnamótum okkar. Þau hafa eftir að koma illa fyrir utan það að við höfum lent í að það er verið að keyra á gangandi vegfarendur hérna á gönguferðinni beint upp í Dalskóla. Að öðru leyti þá er hraðinn hvernig betur yfirleitt nógu lágt þarna og fæstir sem keyra það hratt að orkan ekki að fara upp í það að slasa fólk. Það þýðir ekki það kannski að við sem finnst það frábært. Lausnirnar sem við höfum í þessu eru annars vegar að byggja gatnamótin alveg í gegn, sem er mjög dýr framkvæmd. Hvað þýðir það að byggja gatnamótin alveg í gegn? Rífa þau og breyta þeim í upphækkuð T-gatnamót eða það sem er hraðahindranir við alla arma. Og það setja bara biðskyldur, það kostar ekki mikið. Já, líka þarna merkinga að þetta sé hægri. Eða hægri ekki bara. En kostar það er hægri ekki í dag. Það láta fólk vilt að því, löggan svína á mennsni. Þeir vissi ekki að þetta væri hægri. En það þú sagði, myndi þetta óöryggi, þú veist, þetta bara, þú veist, að smetla eitthvað hlustum á mig, þegar þú segir þetta því að allar umferðarreglur eru 1 eða 0, sko. Þannig að þetta leikar ekki sens að þú vilji koma óörygginn á ökumannin með þetta þannig. Upplifa óöryggi. Óvissu, hvað sem það er. Þannig meikar ekki sens. Ég skal útskýra það. Þannig að það er mjög áhugavert ef að strætó fara að keyra þarna yfir, þá erum þetta ökumann gerir bara alls konar. Það sem þetta með óöryggi og upplifuð öryggi. Öryggi, svona aðeins til að útskýra, þetta er ekki eitthvað svona humbur. Ég er með doktorsgráð í umferð, til dæmis. Þannig að þetta er alveg heil vísinda bak við þetta. Og við erum með þess að þetta sé í umferðarsáfræðin alveg á fullu í þessu. Þegar þið eru að keyra, eða þið eru að gera eitthvað, þið eru að labba yfir einhverja þrönga spýtu, þá ef þið upplifið ykkur fullkomlega örugg, þá mútið við ætla að hlaupa bara yfir, en þið komið hættulegum stað og daginn eftir þið tæið þeim sá. Þið eru varkár, þið farið aðeins meira varlega af því að þið eru aðeins hrædd. Það er alveg eins í umferðinni, ef þið upplifið ykkur sem alveg rosalega örugg, þá er hætta á að þið breytið hegðuninni. Þetta sjáum við alls konar búin að ABS og alls konar. Þannig að, og sú breyting sem þið gera hegðuninni, þannig að þú fannst kannski aðgerð sem hefði átt bæta öryggi aðeins, lækkar aðeins hættina, en þú breytir hegðuninni, fórst að keyra hraða eða óvarkaði, sem hefur meiri neikvæð öryggi, áhrif öryggi, en sjálf aðgerð. En núna í þessu tilviki, þá eru svona 50% sem eru rosalega öryggir á því að þetta sé hringtorg. Akkurat, og aðrir ekki. Og aðrir ekki, og þá er einmitt ekkert öryggt í stað. En það er einmitt það sem við erum búin að vera undirbúið aðgerðir lengi þarna. Það er ekki bara að setja hægri réttur á alla staði eða biðskyldu og málið dautt. Það væri hægt. Og taka hellurnar í burtu og flytja út. Já, það er bara. Vandamálið er að ég hræddur hraðan Ólafsbrautinni. Það sem við erum búin að vera undirbúa er að við ætlum að því að við höfum náttúrulega áhyggjur af þessum gönguförum. Það er rosalega mikið af krökkum á ferðina. Já, rosalega. Og það er búið að merkja gangbrautir, en raunöryggi gangbrauta er ekki eins mikil og fólk heldur. Gangbrautir er fyrst og fremst til að sé auðvelt fyrir að þvera götu, en það gerir jafnvel haft neikvæð áhrif á hversu öruggt það er. Þetta er flóknara svona, þetta kemur aftur að upplifa örygginu. Og þannig að það sem við erum að reyna að koma í gegn og vera framkvæmt, þá ætlum við að setja malbikað öldur áður en komið að þessari göngu. Það sem malbikað öldur? Hraðendur. Áður en komið að þessari, einmitt að tækninduna menn sé að fara hérna á fullri ferð í gegnum þetta. Og sama tíma ætti það að hægja á þeim sem komin í vinstribeygju hérna, af því að hún er tiltölulega mjúk, en menn rúnar eins og þau vilja. Ég myndi ekki vilja taka burtu helluvögnina í dag, af því að þá er það ennþá auðveldara að strauja yfir þetta fullri ferð. Já, það er alveg. Og þessi vandamál á það, ef ég hefði komið þessu 9, þá hefði ég hefði með þetta öðruvísi. Hvernig hefur hann þetta? Ég? Hættuleg spurning. En ég er samt ekki skrítið að eftir hvað er það gert fyrir að keyra gatnamótin?
Þú ert á strætó, þá færðu bara að ferða yfir þetta, en þú ert á litli Jaris, þá fyrir hringinn og svo ertu með stóran jeppa sem stífur og þá fer hann líka bara eins og hann hentar. Helst áfram að keyra eins og hringtorg. Já, en þú búin að segja strætó getur það ekki. Já, og það er hringtorg, þetta er alveg rétt með hrútur. Hringtorg eru hönnurinn þegar við séum að það er hentugt eins. Það er því að stóru ökutækin, þau þurfa svo miklu meira pláss sem bílarnir. Ef við staðsamflutum vandi ekki alveg breytt fyrir stórbíluna, þá myndum við á venjulegu bílum fara bara á fleiri fyrir gegnum það. Þess vegna er alltaf með svo yfirkeyrðat svæði. Ég satt að þannig búið að taka yfirkeyrðat svæðið út í ekstrím, þar sem getur keyrt yfir það allt. Setja blómabáti við þetta? Já, eða bara ljósastöð sko, sem var vísar í þrjá. Aðeins til Þá kemur hann með svar öryggið. Já, ég geti keyrt á stauðurinn og... Já, en það voru ekki fólir alveg að En fyrir mér finnst þetta mjög merkilegt, ef svo sem hannaði þetta var með sömu gráð og þú, þá finnst mér þetta efnist. Það var ekki með sömu gráði. Nei, það er ekki verið með gráði. Og síðan er þetta ákveðið í skipulagi og ég veit ekki alveg forsvara hvernig þetta var. Það er búið að breyta aðalskipulagi og deiliskipulaginu, ég veit ekki hversu oft, bara stundum bara oft á ári, þannig að það er mjög skiljanlegt að sumt sé hafa orðið svona í einhverju steypu sko. Er þetta annars þar í borginni? Það er einhver svona... Það er mínir hringtorg. Það er ekki svona sko, það sem er bara svona rétt örlítið. Það eru aðeins meira. Það er aðeins meira. Það er eitt svona, Nóatún, Það er stærra það. það er helst það sko. Nóatún, það er bara hringtorg, það er ekki hægt. Það er hringtorg. Það er hringtorg sko. Ég ímynda mér að það sé verið að vinna á þessu út frá til að leysa með strætó. Af því að það hefur ekki komist fyrir hringtorg, en ég er að giska fortíðina. Á mörgleiti hefði verið æskilegur að gera þetta eins og sem upphækkuð tekartmót og það sem hænur öllum sérstaklega því að við erum fyrir fram á skóla. Og það er kannski það sem truflar mann aðeins að þetta konsept að hafa svona óvenjulegt og það getur virkað ágætlega á okkar aðstæður, en það er aðeins óþægilegt þarna af því að það felst ekki allt í því að hraðinn sé nógu lágur. Ég hef ekki fjármagn til að endurgera gatnamótin, allan ekki bili, en markmiðið er eins og segja að reyna að taka á hættulegasta þættinu sem er hraðakstursrafna og þannig reyna að verja gönguleiðina. Hvort við munum þurfa að gera hinum með líka, það gæti alveg komið til þess. Það mætti splæsi þrjú skilti bara svona, við getum örugglega bara safna fyrir því. Ég get þess að það niður sko. Já, ekkert mál og ég getum örugglega mókað fyrir þessu. En það má alveg skoða það, en eins og ég, hvort með skiltin ekki, það sem mestar ágjur er að sá sem er strauja hérna gegn eða strauja hérna niður í vinstribeina yfir göngufeiminnar okkar. Það er líka bara að sé almennur sameiginlegur skilningur, að sé hægt að sjá það án sem þurfa að flétta upp í borgarvefsi og hvað aksjóðið sé sko, og sjáur það bara á staðnum að þarna svona átt að hegða þér þarna. Er þetta hringtorg, já eða nei, ef ekki, hvað þá? Þetta er bara einn eða nú. Þú átt að keyra hring. Nema, ég er að síðan þá stóra jeppa eða á strætóinu. Jeppinn á að keyra hring. Hver á rétti? Maður veit ekki hver á rétti. Frá hægri. Já, en þá sem heldur til hringtorg gerir það náttúrulega ekki. Eins og lögga, þessi svínaði mig. Þetta er ekki langt frá því að vera fullkomin laust. Einhver bara að væri einhvað þarna sem að gefa til kynna að þetta væri ekki hringtorg, þó var ekki að bíðskylda eða bara var frá hægri bara sem var séð sem hverfum. Þá er það strax svona til að upplýsa viðkomandi aðila. Sumir veit ég að búið hérna lengi og þeir koma sem spjalli hérna í grúppun okkar þetta blessaða hringtorg sem er bara vinsalasta spjalli hérna í hverfinu. Þannig að þeir vissi ekki eins og aðeins. Og hafa bara keypt í gegnum þetta alltaf eins og hringtorg. Ég meina, fólk veit ekki einhvern býr í göttunum frá niðri, já, þessi hægum þessu stein. Þau eru alltaf bíðandi með alltaf staðir. Já, ég stoppa og þau bara held ég sé eitthvað skrítið og ég bara, Það hleypa mér. Lausnin er svo að við getum sett inn í betra hverfi á næsta ári að það getum við fengið viðskiptamerkið. Síðan kemur niðurstaðan. Það er komin niðurstaðan, já. Já, ég er ekki þessum hjá. En við hugum okkur náttúrulega samt öll eins og síðan með sömu gráð þú. Það er ekki bara í öllu, þegar kemur umræðið, við erum rosa skoðun og öllu. Mér finnst bara að þetta getur við með umferðarreglur, það er 1 eða 0. Þú veist, það er bara já eða nei. Nema þarna, þá er þetta aðeins. Í grunninn þá er umferðarreglan alveg skýr þarna, það er hægri regla.
En síðan með umferðarreglur, og þegar kemur öryggi, það kemur mikið af þessum paradox. Það eins og til þess að okkur við erum hægri reglur yfirleitt. Hægri reglur við vitum, það færri sem virða hægri reglu en viðskiptum. Það færri sem virða að jafnvægi virða viðskiptu og stöðunarskyldu, þess að það. En það leiðir til þess að þeir mun, sem fastar þessar reglanir, þeir mun öruggara verið við sem erum með borgangi. Sem þýðir það að segjum sem það myndu setja hægri reglu, myndu setja stöðunarskyldu bara á alla öryggisbrautina, þá myndu við sem kemur upp hana verða ennþá öruggari og rannsóknir sýna að þá eykst hraðinn þar. Þannig allt í einu frá því að við séum svona aðeins ofurtíð, ég get ekki treyst honum, þá allt í einu að gera hraðar. Þannig allt í einu hraðinn kannski verið meiri þegar slysið verður af því að það mun einhver gera uppgjöf. Og við sjáum þetta meira í umferðarljósum sem náttúrulega það sem við tökum fólk vel mest að það er rosalega mikið árekstur á milli þar sem að annar brautir raunin á rauðljósum. Þannig að rosalega mikið byggist að vera að vinna með þessa sálfræði að reyna að gera ykkur eins virki að hugsa eigið öryggi. Þannig náttúrulega lágmarka. Það hljómar rosalega paradoxíal, þetta hljómar rosalega skrítið. En þetta ætti að vera þannig að við erum alltaf svo vörðið að vera mötu, það ágætt séum svolítið vakandi bara yfir eigið umhverfum okkar og öryggin okkar. Ég hlinda. Já, ég ætla að sýna ykkur myndina en ég ætla ekki að leggja í það skiptum skjá hérna. Svo er líka Úlfarsbrautin og keyrir upp hana, það er einmitt hægriréttur og það er svo sem ekkert vandamál, það er bara að fólk gefa hann sig og það er svo sem enginn að biðja hann upp sérstaklega farið að fleiri staði út af að fólk veit cirka hvernig hlutinir eru þarna. En bara ef þetta hringdór, það er bara 50-50 bara hvað fólk heldur þetta sé sem það er svolítið að skýra á. Svo eins og til dæmis í Rimahverfinu, það er bara skilti út ef vissi að það var eitthvað smá vandamál upp á réttin þar. Það er einmitt svona hægriréttur skiltið. Maður fikk það í webexinu mínu, það fór allt í sjá til. En því betur fer í þessum gatnamótum þá hafði ekki verið að koma illa út slysalesjað nema eins og segja að það er 3 tilfelli sem verið ekið á hérna og svo var nýlega daginn. Ég skoða allir þessi slys en af skiljanlegum ástæðum þá get ég ekki farið út í það hvað gerðist eða af hverju. En við skoðum þau og hvað gerðist og það er oft ýmislegt sem í þeim alls konar. Og hérna hyggjum að því að lýsingi þarna er myndilega betri. Það er búið að vera í vinnslu að bæta lýsinguna á þessum 3 gangbrautum hérna. Ég meina við erum fyrir frá skóla og það er rosa mikið og sérstaklega þegar í vetrarmánuðum þegar það er mikið myrkur og rigning þá verður allt svart. Þannig að við viljum bæta lýsinguna. Það er búið að vera vinnslu lengi en það er gengið illa að ná að fá verktaka til að gera það. Að taka þetta verk. En það er í vinnslu og ég vildi óska að ég gæti sett dagsetningu en okkur finnst það mjög mikilvægt að bæta lýsinguna. Þetta er eitthvað sem þeir ferð að vera útboð einhver svona nokkuð verk saman sem eru tekin á svipuðu svæði? Þessu er bara verið að koma í framkvæmd. Bara í framkvæmd, það er bara að gera þetta? Já. Fyrir þennan pening? En svo erum við með alls konar reglur og útboðsreglur og fleira. Við erum ekki með alveg sem íslensku. Þetta er góð fréttir. Já, það er gott. Mjög gott. Já, með hvað ekki? Og svo í samhliða þeirri aðgerð þá ef við takið eftir þessar gangbrautina sem er mjög mikilvæg sjáum í gögnum okkar og lógið segir að hvað sé farið þar þá stæði hérna alveg beint fyrir fram gangbrautina sem tekir á. Sama það að það á að fara í þessar aðgerð sem við erum að reyna að koma út líka í framkvæmd og búið sem tíma að máta fjarlæga þetta stæði af því að það er eins og gróðurinn það er bara byrj. Algjörlega, það er alltaf einn bíll þarna, ég veit það á hana bíl, það er kemur í stólan. Marta er ekki að reynda upp hönd. Já, Marta. Já, takk. Mér langaði aðeins til þess að spyrja út í gangbrautirnar. Á síðasta kjörtímabili þá var óskað eftir því og ég lagði fram tillögu um það að það yrði komið upp snjallgangbrautum þarna á þessu svæði og það var nú ekki orðið við því. Það var farið tilraunaverkefni á síðasta kjörtímabili að setja upp snjallgangbrautir við nokkra skóla og spurningin er þessi, við vitum að mesta öryggið í þessum snjallgangbrautum. Nei, það ekki. Við vitum það ekki. Nei, þið vitið það ekki, en allavega þá hafa þær gefið góða raun við þá skóla þar sem þeim hefur verið komið fyrir.
Gangandi vegfarandinn, hann lýsist vel upp. Akandi vegfarandinn, hann sér vel þá sem eru gangandi eða hjólandi á svæðinu og sem sagt, gangbrautin hún lýsist upp á meðan að gangandi vegfarandinn fer yfir sem að maður myndi halda myndi tryggja meira öryggi og spurningin er þessi, það hefur verið þessi ósk úr hverfinu að fá slíkar gangbrautir og ef eitthvað er þá held ég þessi mesta þörfin í allri borginni einmitt á þessu svæði að koma slíkum úrræðum fyrir. Er það eitthvað sem að gæti verið hugsanlegt að væri hægt að fara í? Fyrst og fremst aðgerðina sem að með lýsingin er mikilvæg. Snjallgangbraut, núna eins og því ég segja við vitum ekki hvort það sé betra eða verri. Það er bara því að það hefur ekki verið rannsakað og við höfum ekki næg gögn á því. Það tekur mörg ár og mjög margar staði til að geta metið að lausn sé betri en annað. Ég get ímyndað mér, út frá öllu sem ég veit umferðaröryggi, að snjallgangbraut geta virkað vel það sem við erum með það sem er eiginlega aldrei gangandi vegfarandi. Ef það væri einhver stað kannski á Víkurvegi, það sem er gangstöður sem er notuð af 3 einstaklingum eða eitthvað, eða mjög sjaldan. Það skyndilega vekur ökumanni. Á öðrum stöðum, þá er í miklu hlynntar þessari gangbrautarlýsingu sem við erum að nota og eins og við, gangbrautarlýsingin er hefðbundin og það er aðgerðir eins og upphækkun og miðeyjar sem við höfum vísindalega rannsóknir sem sýna okkur að virka. Þannig að þar að auki þá er snjallýsing töluvert dýrari lausn sem þýðir að við getum lagað færri staði. Ef við erum með einu lausn sem kostar 10 milljónir og einu sem kom með eina milljón, þá getum við lagað 10 staði fyrir 1 minni. Ofan að það bætist að ég lék mér að því þegar var á einn af þessum snjallgangbrautum þegar það var að koma, að þá lék ég mér að hoppa þarna fram og tilbaka fyrir framan skynjarann og gangbrautin kviknaði ekki. Af því að þú mátt koma með fleiri element sem ekki klikka. Þannig að stundum eru heimskar lausnir mjög góðar. Þar með ég ekki að segja að það sé ekki tækifæri sumstaðar fyrir þetta, en ég hrifnari almennt í þéttbýlisgötunum okkar að nota hefðbundna lýsingu þar til að ég hef eitthvað sem að sýna mig fram á að ég hef rangt fyrir mig hvað það var. Skiltillagna hægri rétt. Hægri réttur er almennt í allri borginni og fyrir mig til dæmis sem er að fylgjast með öllu umhverfinu, vinnurinn minn er kannski aðeins obsessed að fylgjast með öllum, þá er það bara svo gott, ég mun sjá skiltið og vera rosalega með það. Sá sem þarf mest á skiltinu að halda er líklega sá sem er ekki að fylgjast með hlerumhverfinu og hann mun ekki sjá skiltið. Og við sjáum bara að reynslunni, ég er ekki að segja að skilti stundum, ég vann bara í dag að láta bæta við svona aðverðum skiltum, ekki undir hægri reglu heldur börn, en það er svona ákveðin oftrú á völdum skilta, því að því miður þá er fullt af ökumennum sem eru bara ekkert að horfa í kringum sig. Og og mynd, hægri réttur og myndabögnum. Og svo auglýsingur á Ölgerðin átta líka og þeir borgar fyrir þetta. Peningar ekki þessu. Pepsi Max. Gróður umferðarrétt í Eyjum, það vorum við búin að tala þess áður. Ég er ekki aðdáandi gróður sem fer yfir 80 cm umferðar Eyjum. Eða við gangbrautarþveranir. Ég hefði, og svo ég var ekki í þá hefði ég örugglega tekið niður þessa Aspeyri og Selfossi líka. En já. Gangbrautum ljósum, ég túlka þessi svo að vera að tala umferðar gangbrautarljós. Já. Gangbrautarljós eru gefa okkur rosalega upplifað öryggi og þetta er voðalega þægilegt upp og þá átt að stoppa mikla umferð. Með hvað er lítil umferðarna, þá hef ég, er ég hrifnari af sem þegar ég segi hrifnari þá er ég byggjað á öllum mínum bakgrunni. Þetta var mikið skemmtilega mikið eldri ljós. Að eins og þegar hraðendrar sem neyða til að hægja á, við erum rannsókn sýna það, leiðum upp að hægja niður, þá sérðu meira, það eykst líka til að stoppir. Við reynum að setja góða lýsingu, við setjum miðeyjur og að því að síðan kemur aftur því að það er því miður
allt og margir ökumenn sem að gefur rauðu ljósi og gangandi sem fara yfir. Það er á rauðu og þess vegna einmitt stundum sem fólki finnst skrítið þegar ég er að tróða hraðahindrunum það sem er gangbrautljós. Þá er ég að tryggja það að ég veit að það fara ekki allir eftir reglum. Og rannsóknir gangbrautaljós, eins og áherslu það stundum sýna þau jákvæð áhrif, stundum neikvæð. En það hefur ekki náð að finnast hvað er gullna elementið sem ræður því hvort það er jákvæðar en neikvæðar. Þannig að þess vegna reyni ég að tróða hraðahindrunum hjá fólki. Klára gerð gangstétta. Ég bý í þessu hverfi, þannig ég skil alveg hvað þau eru að hugsa. Mér hefur sýnst að stefna Reykjavíkurborgar það að við byggjum ekki gangstéttir fyrir það er búið að byggja húsið. Hugsunin því er náttúrulega mjög góð, af því að þegar við erum að byggja þá stór tækifæri, náttúrulega þá brýtur við gangstéttina og þá þurfum við endurgera þær með tilheyrandi kostnaði. Það segir ekki til mína persónulegu skoðun, en þetta er náttúrulega bara fjárhagslegt mat hjá borginni og við gætum byggt þær fyrst og látið og þá bara tekið laga. Ég veit ekki hvort við gætum byggt þær fyrst og ef eigandi skemmir þær þá sé hann ábyrgur eða hvað er, en ég bara þekki það ekki. Leiðilegt náttúrulega fyrir aðra íbúa í hverfinu að þetta sé svona bútasömmur sko. Ég vil hliðina svona. Ég veit akkurat og þetta er svona búið að vera, ég er búin að vera allir í hverfinu langa tíma var fyrst Úlfarsadalsmegin. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög leiðilegt fyrir marga sko, sérstaklega barnavagna í skaflana fyrir að hoppa fram og tilbaka sko. Og líka krakkana sem við viljum kenna. Akkurat. En þetta er eiginlega bara hvaðan þessi stefna kom, get ég ekki svarað, en þetta er rauninni ímyndað mjög pólitískt hvort við ætlum að leggja pening við eða ekki og því stýri ég ekki. Þetta sé vantar líka það að þurfa að ýta á þessar aðilar sem eiga þessar lóðir að þeir séu náttúrulega bara halda áfram að byggja svo þetta gangi eitthvað. Já, við erum búin að því. Við erum búin að því og það er ábyggilega skilt á íbúðaráðinu bara mynda á öllum þegar fólk keyrir inn í hverfinu. Eins og segi, ég bý við hliðina á svona lóð, þannig að hvað ertu í? Haukdalabrautinni. Þannig við erum bara hann ekki að kíkta á okkur. Haukdalabrautin er enda nána svona 90% af hverjum. Já, það er ekki átt að keyrir inn í hverfinu. Við erum að botlingunum þarna vestan megin. Ekki gefa meira upp, við komum heim til. Já, bara aftur. Hvernig ekki það ljósinn? Bara velkomin, kíkja til okkar. Þú er ekki svönd aftur. Já. Þú veist að Haukdalabraut? Já. Ég nákvæmlega aldrei hýst. Allavega, skjólveggi sem skipja gönguförunir, alveg sem í trén, alveg sem í bílastæðin, þá á að sjást innan gönguförunum. Þannig að við sem að gefa öllum tækifæri til að vera meðvitað hvað aðra þegar hlust við það og verður náttúrulega ennþá erfiðara þegar þeir rafknúnu fara móti komni sem að geta komið mjög hratt, mikla hröðu. Þetta kemur á skipulagi að lóðirnar og maður svo sem hefur samúð með því að lóðar hafa viljað nýta lóðina sína en þetta er ekki, frá umferðaröryggissjónarmiði er þetta ekki gott, það sem við ekki byggja á. Vandamál sem er út alla borg en nú aftur ég kann ekki nóg mikið lögfræðina að borgin getur gert í hvað hún getur stýrt. Það með spurningar þarna? Það er kannski að vera fast gamlar hendur. Gamlar hendur? Margt eftir með gamla hendi. Kemur önnur hendi, það var eftir smá. Heiða? Heiða er búin að vera með hendur á byrjun. Hún veifar bara, ítrekka. Left Left call og hún fyrir panik. Það var bara í hendur. Það er rólegri bíli. Já, Ok. það er góð. Það senda mér það bara tölvupóst, hann er þarna. En síðan eins og við, þetta var svona það sem ég ákváðum að segja, en einhverju sjálfsögðu er búin að koma allar spurningar eða er einhver sem verður eða hugleiðingar eða... Ég verði eiginlega bara að segja þetta var bara mjög áhugaverð og skemmtileg Já. kynning Já, og yfirferð sko, við erum alveg fengið fullt af kynning og þetta var svona alveg helt athygli minni allan tíma. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta. Mjög gott. Já, og einhvern veginn, maður fær svona svör við ýmsu. Það snýst raunverulega það maður öryggið sé forgang fyrir flæðinu
Þú veist, eins og bara með krónuna, þess að við erum öll að velja öllu í sandösku þegar við ætlum að fara að kaupa það. En ég held eins og varandi, það ætti að vera hægt að gera þarna inn bara með því að, eins og sé göngustíðun þarna, hann var bara loka hans á sig ykkur megin og gera það bara Já, útleið. yfir, aðeins út. Þannig að það er ekki beinlega þarna yfir bara. Og væri það bara aðeins lengra gangbraut eða eitthvað. Þannig við þurfum að fara yfir til að hægja. Svo erum við með síðan það sem eins og stóra vandamáli í þessu. Ég hef umtalsvert fleiri staði í borginni sem ég vill laga og hef áhyggjur af en ég hef fjármagn. Og ástæðan fyrir því er náttúrulega bara það að allt sem við gerum er alveg rosalega kostnaðarsamt. Það er bara allt sem við gerum í götunum okkar er dýrt. Þetta þarf að vera mjög sterkt og þannig að við náum bara að gera ákveð mikið og þá erum við rosalega mikið að hörð borga svona hvað teljum við að við munum ná að bjarga sem flestum. Og þannig að það að ég neita að gera eitthvað, það þýðir ekki það að ég tel ekki að sé vandamál. En hvort vegur meira fjöldi akandi vegfarenda eða fjöldi gangandi vegfarenda? Við hugsum alveg slys. Nei, ég er ekki að bendi. Þetta er bara, þú veist, þegar við erum talað eins og nákvæmlega á krónunni, hvað eru margir sem í flæðinu þar fastir versus þeir sem akkurat að labba þarna? Þetta kemur bara annars svona skemmtileg paradox. Ef við erum með rosalega marga gangandi vegfarendur, þá eru ökumenn meira meðvitaðir það að búast við gangandi vegfarendur. Þannig að þeir verða aðeins meikari og það eykur öryggið. En ef við munum fá að því að svo margir, þá munum við fleiri minna alvarleg slys. Þetta er alveg sjálfsög ekki alveg sem einfalt en prinsipið. Svo eins og eru kannski með einhverja þverum, þar sem við eiginlega aldrei nokkur á ferðinni nema bíl. En þar munum við kannski fá það er kannski engin slys að þetta, en það er kannski mesta hættan við fáum síðan banaslys. Þannig að þetta er svona blandað mat að horfa á. Vandum með flæðið, ef þú tökst meira út frá töfum. Ég bara meina magnið af bílum versus magnið af gangandi vegfarendum á bílunni 4 til hálf 7. 4 til hálf 7? Já. Bara það sem er labbandi þarna, það er þá 8, en svo 2000 sem að bílar sem að fóru hérna. Frá þá flæði eða öryggið að báðu? Bara allir. Þú veist bara hvað vegur herra? Öryggið vegur þungt. Já. Við náum ekki að setja 100% forgang á öryggið þar, í miður. Við erum með staði sem við höfum áhyggjur af. Við reynum að koma gangandi að þeir eigi að komast. En við erum hins vegar með alveg ljós og gatnamóta sem að það sem maður hefði vilja geta gefið gangandi meiri tíma eða hærri forgang. Þetta er alveg rosalega ballastgangur. Við viljum helst ekki tefja gangandi hjólandi, við viljum gera það eins auðvelt og mögulegt er. Var þetta ekki nógu loðið svar? Jú, þetta var bara ekki fólk sem svara með hingað. En ástæða fyrir að ég spara svona er að þetta er rosalega loðið, þetta er rosalega mannskennt. Ég er með gatnamót í borginni sem ég myndi vilja hækka öryggið á, en við eigum með þetta bara mjög erfið eða möguleika að það verða svo mikið keðjuáhrif og keðjuáhrif á flæði getur alveg haft áhrif og öryggi annars staðar og við getum alveg farið að ýta við umferð henni annað sem við viljum ekki fá hana. Þannig er alls konar skemmtilega flækjur í þessu. Mælum öllum að fara í samfélagið, það er mjög. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert að hlusta á þig. Það er mjög áhugavert og svona í stuttumáli hljómar þetta svona í heildar einhvern veginn að þið náttúrulega eru með töluvert stærri vandamál annars stærri borginni sem þarf að glíma við og hættulegri staði sem actually fólk er að deyja eða lendir í mjög alvarlegum slysum sem vilji bara byrgja og kannski þetta er svona, þetta er leiðilegt en þetta er ekkert eitthvað hræðilegt þannig að þið vilja ekki svona eyða peningi í þetta og það er svona takmarkað fjármagn. Og það er rauninni fyrir utan þetta hringtorg eins og þar hefðu við verið að reyna að ýta aðgerðum að fara með bæði lýsingu og hraðalækandi og eins og kemur ekki þó að myndu enda með að setja hraðalækandi hinum megin líka. Og svo náttúrulega staðir í dalnum sem eru á áhyggjulistanum okkar. Þannig að eru á áhyggjulistanum okkar. En ég minni áhyggjur af þessum ljósgatnamótum og þarna. Ég vil meira áhyggjur gangandi þarna í kringum hjá húsasmiðjunni þar yfir. Já, en ég er samt mjög ánægð þess að ég bara að leita verktaka til að bæta lýsinguna. Það er eitthvað sem við erum að það að gera lengi líka, eða þú veist, við erum átt. Það sem við líst eða mjög alvarlegt því greinilega eru mjög vakandi fyrir og eru að fylgjast með hverfinu sem er svona, maður veit að því og sérstaklega núna veit maður að þú býrð í hverfinu þannig að það er mjög jákvætt og ert svona
Það er nú eftir að spotta hluti, bara eins og við hérna, við teljum okkur náttúrulega að vera sérfræðingar þegar við keyrum þessar götur alla daga, þannig að þú svona ert það líka og... Þannig ég bara, er eitthvað spurningar að lóka? Nei, ég skal hætta. Já. Alveg búin að segja. En þetta var bara mjög áhugaverð kynning og bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og mjög gott að vita að þetta er hverjuna og er svona sömu tilfinningu hvað hverjuna við. Og mjög gott að vita svona geggjum starfsmann líka í borgin. Já. Ég er bara að vera veikinn það líka. Ég ætla bara að segja það hérna. Bara takk fyrir og takk fyrir að ég hef komað. Við erum báðir að búa það annað. Já, Alveg sem búa það. Þú verður að finna þér sko, velkomin að spila sér. Þetta er náttúrulega opnu fundir Höskuldur líka. Þú getur alltaf mætt Já, nú ert þú bara íbúi í hverfinu. Nú er ég bara að senda þér post, ég erum við ekki að rösta saman á fundingu. Ég finn grímu næstur í fyrir sund. Þessi maður. Nei, við býtum ekkert hérna. Bakki Sölnir er velkomin að sýta ágengir í fundinu nú. Já, strax spurning. Og næsta spurning, kemur á Þorrablóð? Já. Nei, ég veit ekki, ég vissi ekki að vera forðabjörn. Það hefur lent í góðum bjalli. Við rýmum fyrir Hvernig með þetta? Hann ringd hann ekki? Eða ekki? Nei, þetta er ekki hlutum. Ég bara þakka minni. Takk fyrir og Hléljó. Stefán senda drög af bókun varandi gróðurinn. Ábendingu. Já. Þannig að spurning hvort þið viljið ganga frá núna eða hvort þið viljið gera í lokfundar. Bara núna, það ekki. Ég mæli með því. Skal varpa skemmtilegu. Þetta er sem fara gróðurinn. Já. Fínt að hafa með, eða svo bara mjög flott. Já, þetta er mjög Skóðir og hérna móna. Bara mjög flott. Já. Berjalík. Já, teljum upp. Þeir ráða alltaf samast um þetta. Já, bara Gott. Það ekki loksins eitthvað. Það var kynningu, mikla kynningu umferðarmálum og stjáum klúm blóm. Já. Athyglisbresturinn bara. Mér finnst þetta áhugavert, maður heldur alltaf að það sé svo lítið að gerast, þetta sé bara svona annars tilvíðulega kennt hvað hefur ráðast í, það er klálega verið að orðleggja mjög. Ég held þessi sniðugt að raupa þennan lista svona eftir í kostningar, það var hérna fyrir seinustu, það til alltaf einhvern leikvöld hann að reyna, það er bara græfa þetta, það er bara að fara ekki að breyta deiliskepplag. Nei. Græið það bara, það er ekki núna. En hérna... Fyrir kostningar. Nú er maður svo, út af svona síður réttmöldum, nú er maður svo nójaður sko þegar að koma hérna einhver umsagnarmál einhverja breytingar á einhverju skipulagi og einhverju Og tíkum. nú þarf bara að rýna. Já, Það var hæðin og eitthvað svona. þetta, Ég verð að fá að víkja fundi því ég voru mætt á annan fund klukkan 6. Ég ætla bara að kveðja ykkur óska ykkur gleðilegrar hátíðar. Sömuleiðis. Gleðilega hátíð. Herðu, þá hérna erum við bara komið í lið 2 og það er okkar uppáhaldsbeiðnir, það er umsagnarbeiðnir skipulag. En ég hérna skal taka á mig, ég ætlaði að vera bara að rissa upp, ég sá hérna glósur og sensmöndi. En ég skal bara klára það, ég er með punta, það er auðvitað eins og ég tala líka bara með heim í dag að hérna gögnum stefnunni og bara ítrykkum mikilvægi lýsingar með kampuritir og annað. Og ég man að Marta myndist líka á hérna að kveikja ljósin fyrr. Já, þannig ég setja ykkur nokkra punta og ég kemur svo á ykkur. Skilin eru ekki fyrr en... Þetta er opið, það er engin umsagnarfrestur á þessu, en þetta er á samráðsgátt Reykjavíkurborgar og það er opið til áramóta. Já, ok. Ég bara rissa upp bara stunda eins og nema það hefur eitthvað sérstakt sem þið viljið klára dýpra og myndið vilja koma fram fyrir þá komið þið bara yfir til mín og ég vil setja það inn. En þetta er frekar, þetta er mjög flott vinna sem er búin að þessi stað.
og mjög tæknilega líka. Eins og við tölum líka seinast Stefán, svona ég veist bara hvernig perur við keyptar og hvaða perur við keyptar og eitthvað. Kannski yfir allan eitthvað skoðan því. Nei, ekki ljósum. Ekki ljósum. Þetta er náttúrulega verið að tala mikið um lýsingu náttúrulega í Reykjavík og hvernig þetta er byggt. Þetta er svolítið spurning hvort það sé að tala um einhverjum aðra svona utanaðkomandi lýsingu sem getur svona verið að trufla. Já, það er líka verið að tala um það. Og það er ekkert minnst að þessi. Hlustaðu á það, kynninguna. Það var alveg tekið til kynningu á þessu. Það sem er vel áhverjast. Þetta er alltaf tíma sem maður er í vinnunni, sko. Já. Sjálfstefnan er rosalega tæknilega. Já, þú veist, þetta er bara alltaf þurft, sko. Þetta er bara, og kynningin, mér finnst kynningin er þannig bara svona, bara ef ég er ekki sérfræðingur í ljósi, birtu. Bara ís og stöðlum. Já, þú veist, þið vísið mitt allir í það, sko. Og ég kaupum á, þú veist, en þetta var líka verið að tala um þessu bara með norðurljósin og eitthvað svona, því á einum staða sem að reyfur laðinu sem ekki líka skyggja á þessi náttúrunöður upp á bjóða, það er ómyndið lýsingu og ólíkri lýsingu og eitthvað. Þannig að þetta er mjög tæknilegt, en þetta er náttúrulega, þú veist, ég Er eitthvað komið inn og varandi eins og þú ert með einhver nágranna í sjáhver sem einhver svaka kastari hjá sig fyrir fram plan og það bara lýsir upp á hverfið, sko. Eitthvað svona varandi. Það er meira enga þetta, meira svona. Með svona enga. Þetta er bara svona almennt. Generalt yfir, já. Það var engin staðall settur á, þú veist, húsin. Ekki svona mátt ekki fara nema í, já, eitthvað svona 5.000 lúks á planið. Já, það var eitthvað æðislegt að bæta þeim staðli vilja svona út eftir húsinu. Þannig ég skal bara gera drög á þessar að ég með bara mjög opið ef þið hafa eitthvað sérstaklega bæta við komið til mín, ég senda þér alltaf bara einhver til að segja yfir og svo setjum við einu setjum heimi. Þannig að þá er það liðið 3. Það er umsagnarbeiðni. Aðskil var ekki alveg 2040 til að ramma hluti borgarlínu 1. Þetta snertir okkur náttúrulega ekki alveg landfræðilega beint, sko, en við öll íbúðina að fá þetta. Þannig að ég þarf bara svolítið svona hjálp við þetta. Ef þið hafið eitthvað, myndið vilja skoða þetta eitthvað nánar og kynna ykkur þetta og koma þér þá til mín, þannig við getum ræðilega. Það er ekki, þú veist, það er ekki gerst þessu máli. Var þetta ekki til 25. jan. 25. janúar, þannig að þetta er ekki eitthvað sem við bara leggjast inn í jólin. Það er opinn kynningafundur niður Ráðhúsi 9. janúar, held ég sé ekki að ljúga. Honum verður örugglega strengt án þess að ég geti lofa því. Þannig að spurning hvort við hlustum og þú veist, þeir sem hafa áhuga og vilja, þú veist, það var alltaf möguleiki að einhver fái þá sætið þarna á þessu fundi til að hlusta ef áhuga fyrir því. Og svo í framhaldi getum við þá unnið umsókn ef við viljum gera það. Það er komið 4. Eru komið 4? Þetta er 150 blaðsíður held ég efni. Já, það er bara jólin, það er jólabókin. Það er ekki nýrsa af jólin, það er borgarlína. Það er borgarlína. Fyrsti áfangi. Fyrsti áfangi. Þetta er fyrsta helg. Það er fyrsta fólkinu, fyrsta byrti, þetta er svo Lord of the Rings. Það settir í hljóðbók, þá er þetta frábært að hlusta á mótnarni þegar maður er að keyra. Allt á gatnamótunum einn settir bara í grúnum minn. Fyrsti kafli í umsögninni er komið. Ég ætla að lesa þetta inn heim. Já, gerð það. Ég verði leið með það. Já. Ég þarf að serían koma á Netflix. Þannig erum við þá ekki bara svona þokklega sátt með þetta, við erum alltaf meðvitað um þessu sátt, þannig að hún ekki bara framfyrir einum og nippum í hvort annað ef við erum að gleyma okkur. Það sem þið getið gert er að bara presta þessum lið, tekið hann aftur upp í janúar og þá getið þið ákveðið að gera aftur og dreif. Gerum það og ég vil fyrst og fremst bara veifa því að við viljum góða tengingar við þetta. Því að þetta er... Já, út af hverfist, ég með það. Jú, því að hverfið er náttúrulega ekki... Við erum afskipt í þessu borgarlínu plössi. Já. Það þarf bara... Bara með námur. Já. En allavega við prestum við næsta fundar. Við fylgjumst með hugsanlega kynningafundi fyrir það sem hafa brennandi áhuga. Ég hef reynt þetta. Þá er það liðið 4. Já. Adam segir, annar áfangi. Og þetta er til 15.1. Engin umsögn. Ég er ekki með að gera með það.
Þú veist ekki þannig að ég geti komið með eitthvað input á Er þetta í framhaldi, þetta er hjá annar áfengi. Við vorum í fyrsta áfangan daginn þar sem það var verið að skerpa svolítið á sem var þetta Já, sem við skiluðum inn. Já. Það ætla bara að vera skerpa á því þegar. Heimir, var þetta ekki tekið fyrir? Nei, lítið einskipið fyrir aðfangasætt. Þetta er Heimir. Nei, þetta er Er eitthvað. þetta hann fyrir Safari? Já, það ekki, þetta er Safari og það, já. Jú. Þetta er Síðast. bara Það er forvitnilegt að sjá myndir af því að við erum búin að Það kíkja eru myndir en þetta í. Þessar Þetta er myndir nefnilega eru nú aðalega sko bara sína flatamál sko. Hvað vil ég fara inn í? Þetta er þarna í, Skýringar uppfættur. já, ekki, Hvað er þessi vatn? ekki bara skilmálar. Þarna er svæðið 2. Þetta er Náttúrulega, það eru vantilega hestamenn sem hafa mest skoðun á þessu. Já, er þetta ekki náttúrulega? hérna. Hvað er hámsinn? Ég er bara hérna. Það var alltaf engin skilun innan þá. Nei, ekki skilta. Já, þetta er hérna, þetta er allir hesta. Þetta er allt. Fangelsi hérna. Ef þið viljið gera eitthvað við þetta, það þurfið að kaupa prest eftir við fundina 16. Já. Þetta er náttúrulega þetta svæði hérna sem er akkurat. Er þetta Fjárborgin sem er þarna við? Nei. Það er næstan við þetta. Þetta er hesthús. Er þetta ekki allt hestamanna? Hesthús, Hann er blind. já. Já, 0%. Ef við þröstum þessu þar til næst, þá erum við að snuða middag á. Já, þú veist. Þetta er unni hver sem getur sett umsögn við þetta. Já. Það er bara líka að setja þetta á síðuna. Þetta er náttúrulega þannig séð 15. held ég að segja. það nálægt okkur að einhver geti haft skoðun á sig hérna í hverjum eitthvað líka. Það er bara mynd á þetta. Mynd á þetta, getur fleiri. Já. En það er vissilega er þetta umsagnar beiðni verið að óska til umsögn frá okkur, en ef þið hafið ekki athugasemdir þá er það bara þannig. Nei, okkur ber ekki skipta til að hafa skoðun, sko. Svona, Ég er ekki að þetta þetta. þetta minnst þetta svolítið vera frá okkur og þetta er náttúrulega þannig sem er annað Norðlendingaholtinu einhvern veginn. Svo alveg við þarna. bara niður.
þið getið líka alveg palið formanni í samvinnu ráð að kanna þetta nánar og allir aðtökum skilja umsókn. Já, Það hljómar rosalega pólitískt og flott. Já, Frestum þáttur og fjölmiðlar þetta. Frestum vandamálum er... Fresta fyrir að fresta allir. Já, bara... Þessum borgarstjórn, það frestið þessu yfir, þannig að allt yfir bara á. Vísum. Það er allt í lagi að mónitora aðeins það bara hvort að detti einhverjar umsagnir inn. Já. Ef að það detta engar umsagnir inn við þessu þá erum við kannski ekki að... Og ekki að setja þetta á síðuna líka upp á hvort það sé ekki einhver sem hefði áhuga. Kannski einhver með einhverja punkta sem við getum verið á. Sem við getum verið góð, já, akkurat. Hvað slags, hagsmunaaðilar eru það? Ég veit ekki hvort ég vil setja ykkur sambandi við þá, Mér sýnist að hann þurfa búið að kalla eftir umsögnum frá svona flestum auglýsustu. Og ég held að það... Man myndi halda að það væri hestamenn. Ég meina, ef einhverju hafa umsögnum þá væri það þeir. Þetta er rosalega stórt svæði. Ég held að þetta sé alveg tilvalið. Tilvalið til að afgreiðslu. Það sem ákveðin íbúi í hverjunu verður mjög ánægður að fá þetta. Þá fer Safari eitthvað annað. Já, Safari að fara. Ég segi það fara þarna, þegar það er búið samþykkt það. Við bara högnum Live streaming. Já. Högnum því. Verður við hliðin á þyrlulendingarsvæðinu. Mjög vinsælt. Hvað var næst? Málefni hverfisins. Heyrðu, hvað er málefni hverfisins? Það var borgarstjórnarfundur hér og Fyrst meirihlutum, já, þú varst alltaf ekki á hann. Já, það var sem sagt rauninni tillaga sem hafði verið dælt inni í umhverfis- og skipulagsráði og menn greinilega fengið samt svona smá bakþanga. Þetta hefði kannski verið afgreitt of auðvitað, sem var það í Bauhaus-reitinn. Þannig að hún fór inn í pingu furðuleg vinnubrögð sko, en markmiðið er ágætt. Hún ratar inn í borgarstjórn og borgarstjórn samþykkir að vísa henni inn í umhverfis- og skipulagsráðið sem var áður búin að fella. En allt í lagi og þar er því talið að bara skoða þessi mál aftur og þá erum við bara að gera það með opnum huga. Já, aðeins svona öðruvísi nálgun á þetta. Þetta var kannski svolítið svo bara jú, nei, enginn að tengja beint, svo þegar fólk fyrir að skoða þetta betur, þá er þetta ekki galið. Nei, og svo tengt saman við í rauninni ég held að hafa verið í afgreiðslunni, frekar heldur en bara einhverju bókun eftir, að tengja þetta líka bara saman við umræðu um M22. Þú veist, þannig að manni sýnist það nú mjög augljóst að menn sé að þokast alltaf inn á það að fara að opna á það svæði. Og taka svo samtal í framhaldi, eins og var bent á í bóksall líka, taka samtali við búðar, eða þú veist þá sem erum með stóru verslanir, þegar við erum stífleika svona innan hverfisins. Hvernig getur við ráðlega gert verslanareiningum og vilja vera inn í hverfanum. Og hvað getum við það gert til að gera það allan, sem verður það með litlar svona hlut gegnbúðir eða með stórar. Þú veist, við erum alltaf bara með þetta fína húsnæði sem er óslægt afbyrðan, það sé ekki það, sko, við erum búin að skoða það. Já, sem virðist kannski ekki endilega hafa verið gert kannski í samræðu þá við eins og þessi aðila sem að þeir segja bara núna bara, já, þetta er mjög fínt, þetta bara hendur okkur ekki. Já, og svo erum við náttúrulega líka bara með 200 húsnæðina bæði sem getur verið, sko, eins og við erum svo pítsustæður og ísskóð. Svo þannig veitum við að það kemur bara enginn, eða bakari, eða kaffihús, eða eitthvað skilja þannig að tók alltaf svolítið tíma í Norðlingaholti að fá þarna Apótek í Bónus og Dóminus. Nú er þetta svaka vinsælt, þannig að við veitum hvernig blá íbúin í Norðlingaholtinu að svo komið fór ekki gegn, en þetta er svo öðruvísi að leysa bílastæði og þetta er að leiða kynnin í hverfi. Þetta náttúrulega alveg við endan, sko, ekki að fara að keyra alveg gegnum öll hringtorgin og finna stæði og vera þarna og svona aðeins öðruvísi. Ég er bara svona ekki aðeins núna, mjög öll að koma þarna við líka þú sést ekki bara. Já, allir sem er búin til bænum. Það er bara, þannig að já, þetta er allavega, þetta er ekki gleymt.
og mjög, Þetta geta líka alveg helling fyrir þetta verslun og þjónustu hérna upp í hverfinu sem geti tengst bara hinn einhvern veginn að þessu já, tengingar á milli, þetta hellings útivist og allt í kringum þetta hérna, þannig algjörlega. sérstaklega sem snýr alltaf kringum fram og eitthvað, vera með eitthvað heimavöld fram hérna, allir við ekki opnað líka bögg og Vel. við erum alls konar pælingar. Já. Þetta hefur verið mjög fjörugur fundur hjá okkur. Við vorum í bjór. Nei, reyndar Nei, ekki, það þetta er bara, var- ég fekk ekki bjór, ekki kaffi. nei, hún vildi ekki neitt. Það var líka leikur. Já, það var fyrir okkur, það var fyrir leikur. Leikur. Þannig að ég er alltaf mjög ánægð að ég búið að taka þetta upp og þetta var Já. stoppað, þú fá meirihlutafundur á mánudeginum og þá kom þetta líka upp og það var mikið hluti. Þannig að svo taka þau þetta upp í borgarstjórn þar sem að fara yfir þetta og fólk er meðvitað að þetta er ekki eitthvað sem að verður. Mjög gott. Já. Það eru góða fréttir, finnst mér sko, því ég er mjög blind í þessi búr sko. Þó að ég sé nú í Þannig að þessi punktar þarna hafa eitthvað kannski alveg, ég þekki mjög þennan spjalli. mjög gott, mjög gott. Þannig að það þarf að horfa aðeins til að það er köllun eftir því að það sé búið. Þó að ég góð hugmynd og skemmtileg nálgun, allir geti labbað í búðina, en þá þarf samt líka að horfa á þannig veruleika sem við búum við í köllun. Finnst mér sko. Við erum ekki með þéttleika og túristafjölda eins og við erum í Skipholti. Nei, alls ekki, það er ekki að horfa á búið sem eru Laugaveginum og eitthvað svona, bara bera það saman við eitthvað búið sem er bara nánast upp í Úlfarsfelli. En það var svona venjulega degi í desember. Hver er að fara að labba? Þetta var útopía. Já. Svo þegar maður sá búina fyrst, þú veist, maður sá alltaf fyrir einhvern Kaupmann og Hallurinn, þegar maður heyrði þetta og sá teikningarnar og fór þannig að skoða það og það var ríkt stórt. Ég var nefnilega eitthvað að sjá fyrir mig, já, svo smart og svo mætti bara síman, veist það bara, breyndi öryggisverðis og því ég fór þarna inn í bara, ok, þetta er miklu starra. Þetta var stórt sko. Það verður ekkert mál að skipta þessu upp í sko, eitthvað 4-5 minni verslanir. Já, þetta er 800 fermetrar. Já. En er það meira sem brennur á okkur fyrir jólafrí? Þess vegna alltaf hefur aðlega verið að koma á þessu síðum, en alltaf eitthvað sem snýr einmitt að þessari uppbyggingu á þessu áhersvæði sem búið að vera út í umræðinu og náttúrulega hringtorgi góða, en nú lítið annað verið að detta inn, svo sem ekkert eitthvað, engin hitamál svona í desember, neitt mikið um. Nú getum við kannski aðeins talað hringtorgi, hvað sem þetta er. Getur vísað í upptöku? Þú getur vísað þetta fyrir, ég mæli með að þetta er náttúrulega mjög áhugavert. Já, mjög. Ég er ánægð með þessu. Eitthvað annað? Ekki hvað með varar. Trausti, Ellen, Björn. Þetta er ekki svona að tala nóg á þessum fundi. Bara. Ekki til bíli. Eitthvað fundi gerð? Jú. Taka með fundinu. Ef þið viljið það, þá gerir það. Bara. Heiða á staðnum. Já, djók, fyrst já. Við fyrir